Nú ætlum við að kíkja aðeins á tölfræðina og við ætlum að skoða hvernig við gerum gildistöflur. Þegar við ætlum að vinna úr einhverjum svona talnagögnum og reyna að fá einhverja yfirsýn yfir gögnin. Hér er könnun sem er búið að gera hve marga síma hafa nemendur í 9. bekk átt ævina. Hér eru 24 tölur og horfa á þær svona þá segja þær okkur ekki nein óskup. Við þurfum að reyna að flokka þetta einhvern veginn. Það gerum við með því að gera gildistöflu. Það fyrsta sem við þurfum að skoða er hver er lægsta talan. Hún er 0. Skiptir engu máli hver 0-in eru mörg. Og hæðsta talan, ef við rennum yfir þær allar, er 8. Það þýðir að við þurfum að byrja gildistöflun okkar í 0 og fara alveg upp í 8. Það sem við gerum næst er það sem kallað er merking og þá tel ég. Fyrsta talan er 0, þá merki ég við þar og svo merki ég yfir það sem ég er búin að gera. Það vísu ég þið ekki skrifa í bækurnar ykkar en þið þurfið einhvern veginn að nota stróklur og færi yfir, einhvern veginn að halda eða hafa verið með annan puttan við það sem þið eruð að gera. Og þið sjáðu, ég merki alltaf 1 strik fyrir hverja tölu sem ég strók út. Það tekur svolítið stund að gera þetta. Það borgar sig hins vegar ekki að flýta sér of mikið því að þá er hætta á að maður geri mistök. Næsti dálkur er í raun bara fjöldin og þá tel ég, það eru 2 svona, það eru 3 svona, það eru 5 svona, 3 svona, 5 svona, 2 svona, 3 svona, engin svona og 1 svona. Það sem ég ætla að gera næst er að finna hlutfallslega tíðni. Þá þarf ég að byrja á hvað eru þetta margar tölur. Það get ég gert á tvenna vegu, annars verðum ég hreinlega að telja tölurnar eða leggja saman tíðnina sem ég fékk. Hérna. Og alveg sama hvora leiðina ég fer, þetta eru 24 tölur. Þá þarf ég til þess að finna hlutfallslega tíðni. Hlutfallslega tíðni er að finna prósentu. Þegar ég á að finna prósentu þá ger ég hluti deilt með heild. Þá ger ég hlutin sem er talan hérna deilt með heildinni sem er 24. 3 deilt með 24 og svo framvegis. Þetta er bara 0, ég þarf ekki að gera þetta. Og þá er ég komin með prósentuna. Ég fæ út úr þessu tugabrot og þetta er nú svo sem bara eitthvað sem maður gerir í vasareikni. Við fáum 0,083 út úr þessu sem er 8,3%. Við fáum út úr þessu 0,125 sem eru 12,5%. Og nú er ég fann að skrifa þetta svo stórt. 0,2083 sem eru 20,8%. Þið þurfum að passa að sjálfsögðu að námundu þetta rétt. 3 voru 2, 5, 12,5%. Þið sjáðu ég er ekki með neinar línur til þess að styðjast við. Þess vegna borgar sig fyrir ykkur að nota línurnar í bókinni. 2 voru 0,083. Ég nota, þegar sömu tölunar koma oftar en einu sinni þá bara sæki ég töluna sem ég var búin að slá inn. Ég þarf ekki að
slá hverja einustu tölu inn í vasareiknin. 3 var 0,125, 12,5%, þetta er 0% og að lokum fæ ég 0,0416 sem eru 4,2%. Nú gerist svolítið merkilegt, þegar ég legg allar þessar prósentur saman þá fæ ég 99%, ég fæ ekki 100%. Það er vegna þess að þessar tölur eru allar námundaðar, það myndast mjög fljótlega skekkja upp á 0, eitthvað. Ef þið fáið hins vegar 92% eða 97% eða 103% þá er eitthvað vitlaust. Þessi skekkja á að vera innan við 1%. Nú þið komin með hlutfallslega tíðni sem er hérna prósendurnar hérna hægra megin og þið getið nota þær til þess að teikna mynd, línuritt eða súluritt, en það skoðum við betur síðar. Það voru svo lokið.